Góða kvöldið og velkomin á annað bókakonfekt þessarar vertíðar. Ég heiti Fanney, ég er kynningastjóri Forlagsins og ætla sem slíkur að kynna dagskrána og höfundana. Ég ætla að bjóða ykkur líka bara að fá ykkur drykk og smá konfekt. Ég ætla að minna ykkur á að bækurnar eru á tilboði og það eru hér höfundar til þess að árita. Og svo ætla ég að fá að minnast á að frammi er hægt að nálgast bókatíðindin sem eru komin. Mikil tíðindi. Það verða 9 höfundar sem ætla að kynna fyrir okkur bækur hér í kvöld. Það verður hlé, sirka fyrir miðju. Og ég held að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég ætla bara að kynna fyrsta lestur kvöldsins. Það er Margrét Höskuldsdóttir og hún ætlar að lesa fyrir okkur úr bókinni Í djúpinu. Góða kvöldi. Já, ég er svo heppin að fá að ríða á vaðið og ég ætla nú bara að byrja á því að þakka ykkur fyrir að koma í kvöld. Það var sér kannski ekki mitt að þakka en æðislegt að fólk leggi í það að koma út í þetta brjálaða veður. Það er frábært. Það lítur að vera til marks það hversu mikið við elskum bækur og notalegar stundir. En ég ætla að kynna fyrir ykkur bókina mína Í djúpinu sem kom út núna í september og þetta er önnur skáldsagan mín. Hinn fyrri kom út árið 2022 og heitir Dalurinn og þetta Í djúpinu er sem sagt glæpasaga og þetta er glæpasaga sem gerist að hluta til í Reykjavík en að hluta til á Vestfjörðunum og ég er sjálf að vestan og Vestfjörðunni toga mjög sterkt í. Er fædd og uppalinn þar, þannig að mér fannst það bara passa ótrúlega vel að hafa það sem sögursvið og þannig að hún gerist í Ísafjarðardjúpinu meðal annars. Ég er sjálf úr Dýrafirðinum og þannig ég þekkti kannski ekki djúpið eins vel á Dýrafirðin en gerði mér farum að kynnast djúpinu aðeins betur. Gisti meðal annars á gamla heimavistarskólanum á Reykjanesi og það var mikil upplifun, mæli með, sérstaklega á Sundlauginni og það er sem sagt eitt af sögursviðunum í bókinni. Það er heimavistarskólinn í Reykjavík. Reykjanesi. Mér fannst þetta bara mjög áhugavert fyrirbæri, eða hvað getum við sagt, að setja þarna inn, þarna skólinn var starfræktur frá 1934 til 91 minni mig, barnaskólinn reyndar aðeins lengur. Og þarna voru sett saman sveitakrakkar og smábæjarkrakkar, eins og ég var, og vandræðaunglingar úr Reykjavík. Og það gat verið áhugaverð blanda og ekki víst að það myndi klikka neitt, en stundu gerði það. Ég segi nú líka oft bara ég er ótrúlega heppin að ég fór ekki í heimavistarskóla, ég var svo mikil gunga. Ég hefði sennilega ekkert komið vel út í því, en fekk sögur frá systur minni meðal annars og gömlu skólafegum hennar og fannst bara tilvalið að nota það sem innblástur í þessa sögu. Og ég ætla að stökkva inn í kafla sem gerist einmitt á Reykjanesi 1985 og þarna eru nokkrar af aðalsöguhetjunum komnar saman inn á Reykjarbygginu sem mér skilst að hafi nú verið vinsælasti samkomustaðurinn eða smókurinn eins og þetta var kallað. Og þarna kom fólk saman til að bladra og reykja og safnast saman bara hvort nú reyktir eða reyktir ekki. Þetta var staðurinn. Og ég ætla að stökkva aðeins inn í þennan kafla fyrir og lesa smá bút. Hverju misti ég af? Spurði Þórður með logandi sígarettuna í öðru munnvikinu. Ég held ég verði að taka þau niður, þetta er ekki alveg að ganga. Unnur sett hann inn í málið. Umræðuefnið hafði verið draugagangur en einn af strákunum úr djúpinu sagðist hafa heyrt að reynt væri á Reykjanesi. Hann vissi þó ekki meira málið og athyglin sem hann hafði notið í smástund flökti frá honum. Spennan sem hafði myndast við tilhugsunum góða draugasögu fjaraði út. Edda skotraði augunum að gluggunum við enda Reykjarbyggis. Það var farið að rigna og við það var síðdegis myrkrið fyrr á ferðinni. Regndroparnir slógu létt á rúðuna, svona smá eins og hjá okkur í kvöld. Ég held ég viti hvað reimleika þú ert að tala um. Rödd þess sem talaði barst frá efri trébekknum. Edda sneri sig við og leit á Lárus, einn af yngri strákunum sem yfirleitt fór lítið fyrir.
Hún vissi lítið hann, annað en að hann kom frá sveitabæ í næsta firði við skólan og bjó við þann lúxus að geta farið reglulega heim. Andlit Lárusar bar vott að hann hafi þurft að hugsa sig tvisvar áður en hann opnaði munninn. Ok, kom frá Ingvari sem horfði sposkur á Lárus. Augnaráðið var ekki laust við háð. Viltu kannski deila þessum reimleikum með okkur? Áherslan á orðið reimleikar var líklegast til að sýna að honum þætti orðavalið sérkennilegt. Ingvar hnykkti til toppnum sem lá yfirleitt ofan í augu og fékk sér vænan smók sem hann blés svo í áttina Lárusi. Barkakýli Lárusar gekk upp og niður en svo kyngdi hann tauga og styrkur. Ertu að tala bláklæddu konuna? Rödd Unnar var ákveðin og augnaráðið ögrandi. Hún virtist vita hvað Lárus var að tala og hafði ákveðið að eiga sjálf þessa stund í sviðsljósinu. Lárus kinkaði kolli og hallaði sér aftur á milli sessjónauta sinna. Eitthvað í fari hans sagði Eddu að tilfinningarnar yfir því að hafa misst athyglina væru blendnar. Sko, eins og ég heyrði söguna, Unnur horfði yfir hópinn með blik í augum, þá víst drengt í bryggjuskúrnum hérna. Hún benti í áttagluggunum og allra augu fylgdu hreyfingunni. Það hefur oft verið talað konu sem gengur aftur þar. Samþykkismuldur barst frá einhverjum í hópnum. Greinilega könnuðist einhver við söguna. Sagan segir að hún hafi dáið í skúrnum og gangið nú aftur. Unnur lækkaði röddina og tók sér kúnstpásu. Edda fann hvernig gæsahúðin læddist upp eftir fótleggjum hennar. Hún gjóaði augunum til Þórðar sem sendi Eddu glettinn svip svo lítið bara á. Hún reyndi að fela brosið og leit aftur á Unni sem virtist vera í essinu sínu. Og veistu eitthvað meira hana? Spurði töffarlega stelpan að sunnan. Hún horfði ögrandi á Unni, svona sögur hræddu hana greinilega ekki. Ég get allavega sagt ykkur að skúrinn var ekki alltaf hérna. Unnur pírði augun í tilraun til að keyra dramatíkina upp. Augu hennar skimuðu yfir hópinn með leikrænum tilburðum. Edda brosti svo lítið bara á. Hún hafði ekki oft séð þessa hlið á Unni. Hann var nefnilega fluttur hingað og hún fylgdi með. Aftur þagnaði Unnur og óþolinmóði hópsins jókst. Þegar hún opnaði munninn til að halda áfram kom þungt bank á hurðina. Unnur hrökk við og lágir skrækir hljómuðu reykherbergið. Shit, hvað var þetta? Egill leit á Ingvar í leit að svörum en hann yppti bara öxlum og fálmaði eftir kúlinu sem virtist að var runnið af honum eitt augnablik. Opnaðu og gáðu, skipaði hann og benti á hurðina. Þetta var örugglega bara eitthvað að gera grín, voða fyndið. Hann kveikti sér í annarri sígarettu og fylgdist með agli ganga að dyrunum og opna. Þegar Egill sneri sig við, lýsti svipur hans undrun en svo hrist hann sig létt. Gangurinn fyrir framan dyrnar var mannlaus. Eins og ég hélt, einhver asni að gera grín, svo sett hann upp kæruleysislegan svip. Ég er farin í mann. Stuttu síðar tæmdist reykherbergið og skvaldrandi hópurinn hélt í áttina matsalnum. Edda sá út undan sér hvar Ingvar kipti í Unni og sagði að hún yrði að klára söguna leið og vistarleifið hæfist. Unnur kinkaði kolli ábúðafull en sneri sér svo frá honum og leitaði Þórð uppi. Edda brost út í annað. Hún hafði gaman að því að fylgjast með samskiptum annarra. Það var stundum auðveldar en að taka þátt í þeim. Hún dróst aðeins aftur úr hópnum sem streymdi nú niður stigann í áttina matsalnum. Hlátrasköllin endurómuðu stigaganginn en fjarlægast svo. Að lokum dóu þau út. Saga Unnar sat aðeins í henni og þetta bank. Þau ættu auðvitað ekkert að vera að hræða hvert annað svona. Þegar nóttin kæmi og þau lægju ein í myrkrinu ættu einhverjir eftir að rifja upp söguna og verða andvaka. Edda staðnæmdist á stigapallinum og leit tilbaka inn ganginn í áttina reykherberginu. Gangurinn fyrir framan herbergið var hálfrökkvaður og birtan frá loftljósinu teygði sig fram á grænleitan línólegum dúkinn. Hún stóð í smástund og starði á hurðina, ímyndaði sér að þar fyrir innan biði einhver eftir að hún kæmi aftur inn. Edda hristi höfuðið til að reka þessar hugsanir á brott og furðaði sig á því hvaðan þær höfðu sprottið. Svo skokkaði hún hratt niður stigann í áttina á matsalnum sem var fullur af ljósi og skvaldri. Takk fyrir mig.
Kæra þakkir, Margrét. Þá ætlar Einar Löfdal að lesa fyrir okkur úr bókinni Gegnum trekkur. Góða kvöldi. Eins og Fanny sagði heiti ég Einar Löfdal og ætlaði að lesa fyrir þessari bók hérna sem heitir Gegnum trekkur. Titill bókarinnar meðal annars svona innblásinn af svona djúpstæðum ótta mínum við alvöru roki og svona. Þannig að á svona dögum sem þessum verði ég alltaf svona hálf lítill í mér. Þannig að það er mér mjög kærkomið að geta átt hérna smá stund með ykkur öllum þar sem maður svona eins gleymir því hvað það er eitthvað hróðalegt úti. Þessi bók fyrst og fremst sagan af honum Aski sem hálfþrítugur strákur eða maður, 25-26 ára og hann Askur svona hálf hræddur við lífið sjálft, má segja. Hann óttast svona þetta stóra eins og erfið samskipti við sitt nánasta fólk en líka smáu hlutina sem eru oft bara jafnvel meira yfirþyrmandi eins og það að þurfa að ríða á vaðið í einhverju boði og skera fyrstu sneiðin af marenstertu, skiljið. Það náttúrulega óbóðslega yfirþyrmandi aðstæður. Það þurfa að gefa tónin hvernig sneiðin á að vera og ef maður illa tekst til að þá hrynur öll fína kakan og þið skiljið hvað ég á við. Hann líka svona bara eitthvað hálf sligaður af samskiptum við sitt nánasta fólk eins og ég segi og svona að spegla sig í kærustunni sinni sem hún Gyða sem ólíkt honum sem hann mjög áttaviltur til dæmis í námi og svoleiðis þá hún Gyða svona hálfgerður hraðbátur, veit nákvæmlega hvert hún stefnir og það má segja að Askur sé orðinn svona hálf háður því að geta svolítið bara fylgt henni, verið einhvern veginn í farþegasætinu þar. Svo hann líka að spegla sig í besta vini sínum sem heitir Eldur og hann Eldur svona hvetjandi fyrirlesari og svona peppari á samfélagsmiðlum sem svolítið búinn einn af þessum sem svolítið búinn að leysa lífsgátuna fyrir okkur hinn og jafnvel búinn að raða því niður í 10 skref. Þannig að þetta kannski svona gerir Aski ekkert sérlega gott að vera að spegla sig í fólki sem svona einhvern veginn alveg búið að finna sína hillu en það kannski kemur mestu róti á Ask að hann á í mjög sérstöku sambandi við foreldra sína. Hann tengir lítið við pappa sinn, þeir hafa einhvern veginn, svona þeirra sniðmengi voða lítið og mammans, þau hafa átt í reglulegum samskiptum í síma og samfélagsmiðlum og þess háttar en þau hafa hins vegar ekki hist í áratug eða síðan Askur var unglingur. Einn daginn ákveður Askur að bara stinga af og ég var að hugsa að flækja hlutin ekki neitt, heldur bara grípa niður í fyrsta kafla. Af hverju allt svona hljótt? Hvað var það eiginlega vindinn? Ég halla mér fram á lærin, þurrka andlitið með erminni og horfi ofan í malbyggið. Fótleggirnir þyngjast undir eins. Mér sortnar fyrir augum meðan ég reyna að háma í mig loft. Það rammt á bragðið og kalt. Svo reisi ég mig aftur við, lít öxl, virði fyrir mér veginn sem sker heiðina í tvennt. Skrítið hvernig nýafstaðin atvik geta þegar virst fjarlæg, jafnvel óraunveruleg. Það allt næturkyrrt en aftast í kollinum tórir ómurinn af snörpum dynk og klingjandi brothljóði. Ég sé fyrir mér hjólförin í moldinni og mosanum, langt út fyrir veginn, dekkin á kafi í leðju. Það var svo furðulega frelsandi að losa beltið og skilja beglaðan málminn eftir. Ég fikra mig fram veginn sem hlykkjast niður eftir langri og breiðri hlíð þar til það blasir við mér. Gatið í klettinum. Dáleiðandi sýn, hálf lygileg svona í návíi og kyrrð, fullkomlega hringlaga gat í gegnum fjallið. Gruggugur himinninn lítur í gegn og ég stari á móti.
Þau hljóta að hlaupa á fleiri hundruðum, skiptin sem ég virt þetta gat fyrir mér á flegi ferð í bíl, bara örstutt í senn. Of mörg til að muna, en þó man ég fyrsta skiptið. Þegar ég sat í aftursætinu með skærlitt gos í flösku, heyrnartól á höfði, sama lagið endur tekið, þar til mamma og pabbi í framsætinu báðu mig að íta pásu og líta upp. Við þrjú á leiðinu út á land með fellihýsið sem mamma var svo montin af, en pabbi óviðræðu hæfur, alveg á nálum yfir því að keyra með þetta hossandi flikki í eftirdrægi. Askur, ætlar ekki að óska þér, heyri ég mömmu segja. Þetta var löngu fyrir skilnaðinn. Í hvert sinn sem ég hef þotið fram hjá þessu fjalli, hef ég híft eitthvað upp úr hjartanu, orðað ósk mína í hljóði á hárréttu augnabliki eins og leikurinn gangi út á að slengja óskinni gegnum gatið. En nú, þegar ég stend grafkyrr andspænis því, þjarmar að mér sú tilhugsun að ég sé að svindla, eins og ég standi efst í stiga við körfuboltakörfu svo mér nægi að rétta út hendurnar til að skora. Við það fær gatið yfir sig annan blæ, óþægilegri. Fjallið gapir, en ekki bara út í loftið, heldur yfir mér, í forundran og krefur mig svör. Hvað ertu eiginlega að gera hérna? Áttu ekki að vera mættur út á flugvöll? Hvers konar aumingjaskapur þetta? Og samstundis finn ég hvernig eitthvað oddhvasst seytlar út í blóðrásina og rispar mig að innan. Ertu ekki maður orða þinna? Ég minnka. Þegar ég renni fingrum í gegnum hársvörðin finn ég snarpan sting. Milli þumals og vísifingurs leynist lítill teningur úr gleri. Ég fleygi honum frá mér í fáti eins langt og ég get, niður brekkuna sem vegurinn hlykkjast eftir. Eitt andartak ímynda ég mér að ég leggist á gróft malbyggið og rúlli mér niður endilanga brekkuna. Gefist upp, en þá heyri ég hásan hláturinn í mömmu. Ætlar að næla þér í garnaflækju, elska mín? Komdu nú. Hún birtist mér eldsnöggt með gylt sólgleru á enninu eins og spöng utan hármakkan, klædd í fölbleikan jakka yfir sumarkjól. Við hlið hennar ferðataska, það stirnir á glossaðar varirnar og aflangt kristalsglas sem hún hefur til himins. Ég kreisti saman augnlokin, rispast enn að innan. En samtímis eins og hugurinn skerpist. Smám saman raðast hálfteiknuðu myndirnar saman í höfðinu og leið mín hingað upp á heiðina verður lauslega rekjanleg, eitt brot í einu. Það nánast að ég sjái á hnúum mér og fingrum hvernig ríg héldu stýrið á gamla jeppanum fyrr þessa nótt, þegar ég brunaði vansvefta eftir veginum og það eina sem hélt mér vakandi var hamagangurinn í brjóstkassanum og svartir leigubílarnir sem klufu næturkyrrðina eins og byssukúlur, á leið út á flugvöllin. Og eins man ég hvernig hamagangurinn hafði að lokum yfirhöndina, hjartað spriklaði eins og óstýrlátt barn á tómum gangi, bílrúðurnar skulfu og eftir því sem ég nálgaðist flugvöllin fannst mér eins og ég stímdi beint inn í þokuský. Jafnvel þótt nóttin væri nýbjört, himinninn skýlaus. Ég var á rangri leið. Svo ég sneri jeppanum við, 180 gráður, ískur í hjólbörðum og stefnan tekin burt. Ég brunaði burt frá flugvellinum, upp á heiðina, en út af veginum. Þar sem ég stari á gatið í berginu, einn við veginn sem liggur niður heiðina, heyri allt í einu vaxandi drunur úr bílvél. Samstundis rennur upp fyrir mér að tómið fyrir bakþanka og efasemdir að hverfa. Gatið í berginu að lokast. Hér eftir verður ekki aftur snúið. Hvítur jepplingur birtist á veginum í fjarska og þeysist í áttina til mín. Ég stekk út að vegbrún, það nægir ekki að rétt upp skjálfandi þumalinn heldur veifa ég með báðum höndum. Og eftir því sem jepplingurinn nálgast, finnst mér sem hann drægi úr hraðanum, hægt og sígandi. Loks stöðvast hann. Í framsætunum ókunnug hjón sem brosa. Ég þakka fyrir með handapati, kinka kolli þegar þau spyrja hvort þau hafi hugsanlega keyrt fram hjá bílnum mínum, muldra að hann verði sóttur síðar. Sjálfsbrottin lygi. En því fylgir léttir
Að geta hlammað sér niður með bakpokann í fanginu og brunað burt. Burt frá flugvellinum, bara eins langt og ég kemst. En þá titrar síminn í vasanum, undir ferköntuðu farinu á snjáðum gallabuxunum og leiðir út frá sér í allar áttir. Snarpur eftirskjálfti. Ég veið hann upp úr vasanum, síminn heitur, brotinn skjárinn logar. Innan eldrauð hjörtu og lítil gul höfuð með stút á vörum leynast skilaboð frá mömmu. Komin með töskuna og fer að labba í gegnum tollinn. Sendu mig skiló þegar þú ert að nálgast flugvöllinn. Hlakka til að sjá þig. Takk fyrir. Takk Einar. Þá ætlum við að heyra Sigurbjörgu Þrastardóttur lesa upp úr ljóðabókinni Flaumgosar. Gjörðu svo vel. Halló, gott kvöld. Heyrist vel? Gott kvöld, vá, hvað er gaman. Það ykkur. Ég vona að við verum viðtæft. Fullt af bókum að lesa. Já, ég ætla að byrja bara strax. Nei, ég ætla að segja hvað bókin heitir. Hún heitir Flaumgosar. Ég vona undrandi að fólk spyr hvað það þýði, af því að mér finnst það bara að vera orð sem allir eiga að þekkja, en ég held ég hafi búið það til, þannig að ég þarf að útskýra það. Það er bara fólk, eins og við, og eins og fólk ég hitti fyrir á, og fólk fyrir 100 árum, og fólk eftir 5 ár og 15 ár. Við erum bara eitthvað að gosast svona í flaumi tímans, þannig að þetta er bara svona almennt okkur, aðalega hér á landi á. Já, svona síðustu 100 ár kannski. Þannig að það er svona slær saman nokkrum tímum, og þessa fallegu kápumynd gerði Margrét H. Blöndal, myndlistakona. Hún gerði sérst ekki mynd á kápuna, hún gerði myndlistaverk sem ég fekk að nota á kápuna. Og ég þakka henni fyrir það. Við erum hálsmeydd. Jú, við erum hálsmeydd eftir langar stöður undir súð. Vissum ekkert það sítrónu helvíti sem biðu okkar við bæsaðar eyjur eldúsanna, ellegar hundspytt vinsældana sem yfirvofðu fram með æstu tíðfljótinu. Við stríðum enn við hálsmeiðsl eftir langar stöður undir súð, en langar aftur með æstu flótinu. Ég veit ekki hvort að ykkur langar endilega aftur. Þetta er alhæfing sem kannski á ekki við alla. Ég sé ekkert á, ég verð að hafa þetta bara svona. Banamenning. Sammenningartáknið er banamenning og allir sitja út í glugga myndir af sér þegar þeir voru litlir og þekktu eitthvað sem beið bana. Alveg æðisgengnar myndir af sér með skemmtilega skálaklippingu, að slíta 8 lappir af stórum hesti eða blása sápukúlur utan þyrluslys í sólskini. Fellkóngur. Þegar þú lesið markaskrána til enda og fundið í henni bæði kalbletti og ummerki kaffiskir, er sennilegast að þú í friðsælli mold gulrótarbrauðs þíns uppgötvir nokkuð sem líkist giltum og lúðum kertastjaka og teljir affarasælast í ljósi alls myrkursins að stilla fram eða setja upp sem kórónu. Kíghósti. Hér er komin kona með aðra konu reidda yfir öxlina. Sú er nakin og báðar bleikar og sú sem lafir er tæplega með vitund en fallegt hár og brosandi rasskinnar. Langt síðan neglur voru klipptar framan, aftan og þannig rispar hún konuna sem ber hana úr bænum
upp hæðina í sérhverju skrefi. Samhjálp fyrsta merki siðmenningar. Hér orðskýring. Ég veit ekki hvort þið viti hvað þýðir að makademisera. Þekkir einhver þetta orð. Þetta æðislegt. Þetta alvöru orð, en það hægt að nota það, nú segjum við malbika. En upprunnin að það var bara einhver skoti sem hét McAdam, John McAdams eða eitthvað, sem fann upp aðferð til að svona tjörusteypa steina í svona massa og búa til betri vegi. Og við vissum bara ekkert hvað við ættum að kalla þetta, þannig að við notuðum bara þetta orð eins og í útlöndum, svo fórum við að búa til okkar einu orð, eins og við gerum oft. Vegslóðar. Árið 1912 voru menn að makademisera flutningabrautir. Malbika, mjóa, vegarslóða. Magna bál með skærum loga, burðast með sína jólamaga. Ókominn tími hversdagsins var hálfur veruleiki, hálfur draumur og sofið með annað auga opið og blautt. Þessi miðar fylgja ekki með inntökunum. Þetta algjörlega úr stíl við alla þessa fallegu hönnun. Já, það myndir. Hér eru myndir nokkrar sem eru ekki myndir. Þetta er handskrift, þetta er rithönd manna, aðalega manna. Fyrir 100 og eitthvað árum upp voru alþingismálum sem eru skýrslur þar sem voru svona þingmálanefndir og fólk að skrifa bréf til alþingis og biðja alls konar. Biðja lækni í héraðið og biðja betri hafnaraðstöðu og eitthvað. Og þetta ægilega fallegt, þið getið séð þetta alls þar, þetta er til á internetinu. Þá var þetta búið að skanna þetta allt inn og þá getur maður að séð hvað þetta er falleg handskrift hjá riturunum. Og ég fekk þess að hugmynd að nota sumt af þessu bara sem myndir, af því að mér finnst þetta að vera bara sumt eins og tíma hvar ég var. En já, þannig að ef þið viljið kynna ykkur alþingismál, þá mæli ég með því. En ég ætla að lesa sögufrækt á næst. Fólk var dálítið að brasa við að pressa og súrsa sjóreikinn þara í upphafi aldarinnar, segir bóndinn, til að gefa kindum og kúm yfir veturinn, segir bóndinn sem dillar rassinum. Bæði til að drýja heyið, segir bóndinn sem blæs í pípuna til að hreinsa rásina og líka sem eins konar fóðubæti, segir bóndinn sem stendur alltaf gleiður sem einmitt það sem gerir hann svona sexy. En það var náttúrulega algjör gærdagur hjá því fólki. Lækkrissúpa. Bandalag hjartveikra heldur landsfund í túnfætinum. Allir sitja á röndóttum sólstólum og leiðast til þess að efla styrkinn, en þegar birtu bregður komast á kreik krassandi sögur hörundstökka jólasveina og slíkt. Þú elskar gallaða barnið þitt meira. Ráðvilla kemur upp á bestu bæjum og það hendir margt fólk að fá pottbrot í svart enni og gagnuga. Því allt lífið hér saman tímabundið og tárbundið við fót og elskunni útdeilt, en sé þér þröngvað þétt upp að sléttuðum vegg, verður fyrst ljóst að þú elskar gallaða barnið þitt mest. Sóttækni. Svo þegar kvennavinnu sleppir á kvöldin, taka fingur til við að draga út hor og sull og slím úr hálsi og flesksafa úr sárum og sultardropa úr arnarnefjum og hormónalefi úr líkömum förnum og hvítleita lífdropa úr hórsikum ekkjum með herðabreiðar líkjörsflöskur milli fóta. Þannig að þeir eru kannski fann að fatta þráðin í þessari bók. Þetta er sem sagt ekki eitt ljóð, þetta eru mörg ljóð alls konar, en tíminn svona aðeins einhvern veginn smá líður, kaplamjólk.
Allra fyrst var ostaskýrin fundin upp til að flá afar ung húsdýr. Svo fjallar stund í gleymskuna dá. Möttull. Mörg börn hafa reynt það að fullorðna fólkið er best við krakkana þegar þeir eru lasnir. Þess vegna ganga slík börn í fen, leggjast í kviksyndi, krækja sér í hótelhósta og komast rétt af við illan leik, svo teygja þau úr sér í glæsilegustu sófum híbílanna og hugsa Hallefucking-lúja. Ef að ABBA hefði verið fyrir 100 árum en ekki 50 eða eitthvað, eða Bee Gees eða eitthvað. Ég bara pæla í því, þá kannski væri, það hefði alveg verið stemning fyrir því, held ég. Kumrar. Á sérhverjum bæ í sýslunni er ein dansdrottning. Ekki alltaf gott að gíska á hver, en hægt að komast að því með njósnum. Ein vísbending er lúðir sólar, en hver er ekki með lúða sóla í þessari sveit? Önnur vísbending er taktvís hósti, en hver er ekki með taktvísan hósta í þessari hvítadauðarsveit? Stundum er eins og dansdrottningin komi upp sig undir baðstofurlestrinum, því hún hlær mjög gjarnan eins og lítið raftæki. Ég er minn eigin kírópraktor. Ég er minn eigin kírópraktor, skorða fót í úfnu hrauni og rykki. Þetta virkar mjög, þetta er bara manjúall hvernig þið lægið ykkur ef þið komist ekki til á klínikina. Skemmtefni. Ég ætla að sulta úr allri þessari tröllarsúru sem vex hér undir garðveggnum, segir konan, og ekki allsendis laust við stolt í rómnum sem síðan lekur og vefja krukkunum inn í þessa sjóreknu úlpu. Hlakk. Gott kvöld, í dag ætla ég að búa til eftirrétt sem krefst gríðarlega þolinmæði og vilja, já, sem er afar ögrandi, nokkuð sem við þurfum og þráum, sér í lagi þetta þriðjudagskvöld, en það er ekki víst að verið tilbúin áður en börnin fara að ganga og bein þeirra að fiskjast, þannig að verið þið sæl. Ég les eitt ljóð viðbót, það er mjög stutt. Það heitir Hegðan arfsins. Takk fyrir að hlusta. Allir á eyjunni deyja úr hjartatengri veiki. Sumir lifa alveg undir tírætt, en deyja samt úr hjartatengri veiki. Takk fyrir. Kæra þakkir, Sigurbjörg. Þá ætlum við að heyra Nönnu Rögnvaldardóttur lesa upp úr bókinni Þegar sannleikurinn sefur. Þegar sannleikurinn sefur, fyrirgeðu. Takk fyrir. Það er gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Þetta er önnur skáldsagan mín, svo fyrsta sem kom út í fyrra, Valskan. Hún átti upphaflega ekkert að vera skáldsaga. Hún var það eiginlega óvart. Ég ætlaði að skrifa hefðbundna ævisögu. Þetta hér er glæpasaga sem átti ekkert að vera glæpasaga. Ég ætlaði bara að skrifa svona einhvers konar kettlingabók með smá torrbæja erotísku ívafi og einum orði. Eins og gengur. En svo breyttist þetta í glæpasögu með smá torrbæja erotísku ívafi og töluverðu kettlingabóka yfirbragði.
En hún heitir sem sagt Þegar sannleikurinn sefur, það byggt á gömlum málshætti, þegar sannleikurinn sefur vakir lygin og segir svona ýmislegt bókina því að það ekki alltaf sagður sannleikurinn og það ýmsir sem að búa yfir meiri vitneskju eða kannski láta í ljósi og þetta kemur líka í ljós að hér undir leynist ýmislegt. En þetta sem sagt saga sem gerist í byrjun 18. aldar, rétt í lokin á Stórubólu, segir frá Bergþóru húsfreyju í Hvammum sem nýlega orðin ekkja eftir langt hjónaband við miklu eldri mann og ætlar að njóta sjálfstæðis síns. En svo gerist það að það finnst lík á ungri vinnukonu í landareign og þegar hún kemur að þá sér hún strax merki þess að þetta hafi ekki verið svona náttúrulegt dauðsfall og það farið að rannsaka málið og það svona, já, sýslumaðurinn kemur og fer að yfirheyra fólk og sá sem helst liggur undir grun reyndar mágur Bergþóru, Stórnbokki og skaphundur Þorgeir Hjálmarsson og það greinlegt að þau Bergþóra eiga eitthvað leyndarmál saman. Og Bergþóra, já, hún gefur það mjög fljótt í skyn að hún viti ýmislegt sem hún ekkert að fara að segja lesendanum. En ég ætla að lesa hérna 2 smá kaflabrot og annað þeirra hérna fólk sem mjög þagmælst og hitt mann sem með óstöðandi málæði. Já. Ég þóttist nokkuð vissum að skugginn sem ég sá og hafði hengt silungan á naglan hefði verið Jón í Brekku. En ekki myndi þýða neitt að ríða á eftir honum og taka hann tali. Ekkert brekkusískinanna var gefið fyrir óþarfa orðnotkun en Jón skar sig úr. Þegar sískinin voru börn og unglingar höfðu þau átt heima á bæ utar í sveitinni, rétt hjá Árbæ og þá hafði ég þekkt þau vel. Eða eins vel og hægt að þekkja sérvitra einfara sem vilja sem minnst af öðrum vita. Nokkru eftir ég giftist Jóni og flutti fram að Hvömmum höfðu foreldrar systkinanna flutt að Brekku með öll börn sín. Brekka þótti fremur rýr jörð en systkinin voru mjög vinnusöm svo þau komust sæmilega af. Þau höfðu verið 7 sem komust upp. Faðirinn hét Salómon og það var sagt að hann hefði einhvern tímann komist yfir blaðslitur úr Biblíunni og geta stautað sig í gegnum það en þegar hann sá á þessu blaði var sagt frá Davíð konungi, föður Salómons, þá leit hann á það sem tákn og valdi nöfn barna sinna á blaðinu. Þess vegna hétu þau Natan, Jónatan, Jóab, Abísag, Absalón og Batseba. Allt nöfn sem tengdust Davíð. En þegar yngsta barni fæddist þótti Guðrúnu móður nóg komið og krafðist þess að fá að velja nafna það. Salómon léti eftir henni og drengurinn var látin heita Jón. Hann var samt alveg eins ómannblendinn og heimóttalegur og hinn systkinin, eiginlega verri. Aðeins 3 þeirra höfðu lifað af bóluna miklu, Jóab, Jón og Abísag. Þau bjuggu þarna enn saman og skiptu sér lítið af öðrum. Reyndar vissi ekki til þess að Jón hefði nokkru sinni sagt eitt einasta orð við aðra en systkini sín og foreldra, kannski prestinn, en þó ekki ef aðrir heyrðu til. Margir héldu að hann væri mállaus en ég vissi að svo var ekki. Hann talaði við systkini sín þegar hann var einn með þeim en Abísag hafði sagt að hann væri þó aldrei margorður. Hann nýtti tíman ekki eins og aðrir, vakti þegar honum fannst mátulegt að vaka og fór að sofa þegar hann syfjaði og hirti lítinn sólargang eða eyktamörk nema þegar hann sá nauðsyn til. Hann var stundum á ferðum sveitina að næturlagi eða í myrkri að minnstakosti. Gott veiðivatn var í landi Brekku og skilaði oft mun meiri afla en brekkusískinin torguðu, ekki síst núna eftir að þeim hafði fækkað. Og Jón tók oft nokkrar silungsbyrður og sett á bakið, fór með þeirrum sveitin og hengdi á bæjardyr, þar sem hann vissi að þröngt var í búi og lítill matur til. Allir vissu þó að hann hafði verið á ferðinni nóttina. En hann vildi ekki heyra neinar þakkir
og hljóp í burt í óðagóti ef einhver kom að honum með þessa matardreifingu. Það kom mér ekkert á óvart að verslingsumkomuleysingin hún Dísa skildi fyrir eina þeim sem nutu góðs að gjöfum hans. Systkinunum hafði verið mikið strítt þegar þau voru yngri, ekki síst Abísak sem var jafnaldra mín. Ég hafði tekið þátt í því fyrst í stað, en síðan séð að mér og farið að verja hana. Hún hét eftir Abísak frá Súnem, sem í biblíunni var sögð kornung og bróðfalleg stúlka sem hefði hlýjað Davíð konung í ellinni. Og það var alltaf verið að spyrja Abísak hvort hún vildi ekki fara á Ilja hinum og þessum gömlu köllum í nágrenninu. Hún tók það nærri sér en ég húðskammaði þá sem köstuðu frá slíkum glósum og spurði hvort þeir vildi ekki bara verma bólkallana sjálfur. Abísak kunni að meta hvernig ég brást upp fölurum hennar. Við vorum kannski ekki beint trúnaðarvinkonur en hún var svo eina sem fékk að heyra hvað mér fannst þennan óséða heitmann minn, klausturhaldarasonin, og hvað mér var illa við Siggu systur. Og það var öxlin á henni sem ég grét við þegar pabbi tilkynnti mér að hann ætlaði að gifta með Jóni í Hvömmum. Sjálf trúður mér aldrei fyrir neinu og grét aldrei yfir nokkrum sköpuðum hlut en við treystum hvor annari. En þetta er sem sagt, helsta gagnrýnin sem ég fekk á Völskuna var af ýmsum þótti bók sagan faradáltið hægt af stað, sem alveg rétt, ég sá það og ég ákvað að gera ekki sömu mistök við þessa þannig að það er morð strax á fyrstu blaðsíðu. Allt í fína með það. En það er gallið með morðsögur sko, þegar maður er að lesa upp úr þeim. Það er svo fáir kaflar sem er yfirleitt hægt að lesa þetta sem maður vill ju ekki upplýsa á mikið. Og flestir miðarnir mínir hérna eru svona frekar framalega í bókinni en ég ætla samt að lesa hérna kafla sem er svolítið aftar. Samt held ég nú að ég sé ekki upplýsa neinn leyndarmál í henni. En þarna er sem sagt farið að halda rétt í málinu og sjálfur lögmaðurinn mættur og það kemur þarna við sögu svört karlmannskápa sem fannst nálægt vettvangi og talin tengjast málinu á einhvern hátt. Valdi í Árbæjargerði var svo kallaði fyrir. Björn lögmaður sagðist vilja heyra meira kápuna. Ég brosti í laum og hugsaði með sér að hann fengi örugglega ósk sína uppfyllta. Mér datt ekki í huga var hann við. Þorvaldur, það hefur komið fram að þú ert eigandi kápunar. Mér sýnist þú reyndi að vera í henni, svo ekki þarf að biðja þig að leggja hana fram fyrir réttin. En skýrðu nákvæmlega frá því hvar kápan var þegar þú sást hana seinast fyrir atburðina 13. og 14. ágúst í sumar. Já, þegar ég ekki að nota hana sjálfur, sem var nú ekki oft í sumar því veðrið var yfirleitt gott, þá var nú meiri blessuð heiskapatíðin. Ég man bara valla eftir öðru eins nema þá sumarið eftir að Gunna mín eignaðist tvíburana. Það var mikið happ að það var gott sumar því það var ekki nokkuð lifandi skagn í henni Gunnu þarna, þó sé oftast nær bráður ösk. En þarna þurfti hún að sinna tvíburana svo mikið, komst valla í slægina blessunin, en þetta bjargaðist allt og nú eru tvíburarnir sjálfur farnir að vera liðtækir í heiskapnum. Það er mikill munur og Gunna hætt barnegnum, ekki tefja þær hana lengur. Kápan, myndi lögmaðurinn á. Já, kápan, já. Ég hef nú reynd að vera í henni sjálfur fyrirpartinn, það var norðan kalsi og hún dugir ágætlega, er sæmilega hlý, en svo fór ég inn, lagði kápuna frá mér, ég var vanur að hengja hana á snaga en svo reyfiðast upp fyrir mér eftir yfirheyrsluna þarna í haust, að það hafði ég ekki gert að þessu sinni. Ég lagði hana frá mér á kistugarm sem er þarna í bæjardyrunum og fór inn að leggja mig dálitla stund. Var hálf slappur, einhver bölvuð ekki sem lumbra í mér. Líklega sama pestin og séra Tómas hafði verið með nokkrum dögum fyrr. Það var nú bara messufall hjá honum, hann tristi sig ekki til að prédika. Það held ég hafi ekki gerst síðan fyrri konan hann stóð úr flekkusóttinni. Það var einhvern tíðan seinni hlutadags, ekki lát prestfrúin að blessa þar allt svo, heldur ég fór inn að leggja mig. Svo sagði Gunna mér seinna að hann Markus á Árbæ hefði komið og fengið kápuna lánaða. Ég er nú yfirleitt til í að lána mönnum hana eða vantar utan yfir flík. Mér er illa við að þeim verið kalt ef ég get liðsynt þeim, nema náttúrulega ef ég er sjálfur að nota kápugarminn, þá gengur það ekki. En þarna var ég komin í rúmið og Markus bara greip kápuna, ég vissi ekki af því en Gunna vissi það auðvitað og veðrið var svo gott daginn eftir að ég hafði ekkert með kápuna að gera og svo veit ég ekki fyrir að hreppstjórinn kemur til mín, hann Eyjólfur, mesti sóma maður hann Eyjólfur og spyr mig hvar kápan mín sé og ég segi að hún sé í bæjardyrunum, en þá var hún bara ekki þar.
Og þá segir hreppstjórinn mér að hún hafi fundist í sauðahúsinu í Flekkukvammi, allarleið fram hjá Hvanngili og sé bendluð við morð, kápan mín. Ég segi bara ekki annað. Og ég verð svona standandi bít og við förum til Markúsar við Eyjólfur hreppstjóri. Hann var að slá út í Tjarnarmýri, hann Markús altså en ekki hreppstjórinn. Og ég spyr hann hvort hann hafi drepið konu á meðan hann var í kápunum minni. Því það hefði mér ekki þótt gott. Það hefði getað hlaupið draugur í kápuna. En hann sagðist hafa skilað henni seint kvöldið og það hefði þá einhver annar tekið hana og drepið hana Sigrúnu. Þetta orðið gott, sagði Björn stuttlega. Kæra þakkir, Nanna, ekki síst fyrir að kynna til leiksir í kvöld hugtakið torfbæjar erótík. Þetta var nýtt fyrir mér. Það ætlum við að heyra í Hildi Knútsdóttur lesa úr bókinni Kasia og Magdalena. Gjör svo vel. Takk fyrir, og takk fyrir að koma í þessu veðri. Ég fór mitt út að borða með manninu mínum áðan og fengum pössun, þannig vorum að tala um tilfinningar okkar og ég sagði ég er einmitt búin að vera svo lítil í mér í allan dag og það er kannilega út af veðrinu. En kannski las ég bara mikið af fréttum, ég veit ekki, gæti verið. Ég ætla að lesa úr þessari bók sem heitir Kasia og Magdalena og er ungmennabók. Og hún fjallar, aðalsöguhetjan í henni er Magdalena og hún er alveg að verða 18 ára og hún er henni kvíðir mig fyrir því að verða 18 ára gömul af því þá missir hún stuðning frá barnaverndarnefnd. Mamma hennar hefur verið fíkill og hún er búin að vera í barnaverndarkerfinu svolítið lengi en svo hefur mamma hennar enda staðið sig ágætlega síðustu árin en Magdalena hefur ágjörð því að hún sé farin að missa fótana aftur. Og þetta svo verður Magdalena ástfangin og þetta er svona ástarsaga og glæpasaga og ég ætla bara að byrja á byrjuninni. 18. mars. Það sem kemur Magdalenu mest á óvart að það skuli hanga mynd á veggnum. Hún hefur séð óteljandi svona klefa í bíómyndum og sjónvarpsþáttum með legubekk og kannski einu borði en þetta herbergi líkist ekki neinu þeirra. Hún er lokuð inni á lítilli skrifstofu. Þarna er gluggi sem snýr út af sjónum, skrifborð, 2 stólar og lítill sófi. Þar situr hún og starir á myndina sem hangir á veggnum á móti henni. Þetta er ljósmynd, eða kannski mjög raunverulegt málverk af eldrauðum blómum á gulum akri. Í baksýn eru furutré og fyrir ofan þau heiðblár himinn. Blómin eru miklu rauðari en blóðblettirnir sem þekja handarbökin á henni, sem urðu ryðrauðir á lit eftir að þeir storknuðu. Hún hlýtur að vera þakin blóði í framan líka og þar hljóta sletturnar að vera stærri. Það er engin spegill þarna inni, svo hún getur ekki verið viss. En hún þorir að minnstakosti ekki að sleikja þurrar varirnar. Það hafði enginn boðið henni að þvo sér eftir að búið vera að taka myndir af henni. Ekki heldur eftir að hún hafi verið klippt úr bláa kjólnum og svörtu sokkabuxunum. Henni hafði verið rétt mjúk hettupeysa sem hafði greinilega verið þvegin oft og íþróttabuxur úr rafmögnuðu póliesterefni sem eru alltof stórar á hana. Hún hafði klætt sig á meðan lögreglukonan stakk blóðugu fötunum hennar ofan í poka. Eða hafði þetta verið einhver tæknikona, svona CSI-týpa. Magdalena strýkur yfir hárið. Það er stíft af blóði. Það hafði verið svo mikið blóð. Reynir hafði líka staðið beint yfir henni með báðar hendur hálsinn á henni þegar... Nei, hún ætlar ekki að hugsa það sem gerðist næst. Hún ætlar heldur ekki að hugsa hversu heitt blóðið hafði verið þegar það spýttist yfir bringuna á henni. Hún ætlar ekki að hugsa hvernig annað augað í honum hafði runnið til í höfuðkúpunni, rétt áður en krumlurnar linuðu takið og hann hlunkaðist í jörðina. Hún ætlar ekki að hugsa hljóðið sem kom þegar höfuðið á honum skall á ofninn. Þetta blauta brak eins og þegar maður stígur á skæni á polli og það brotnar ekki strax, heldur verður deigt og gefur eftir. Hún ætlar ekki að hugsa hvernig glottið á Hadda,
sem hafði staðið fyrir aftan Reyni hafði breyst í eitthvað annað þegar Reynir féll. Hún ætlar ekki að hugsa það sem hafði komið fyrir Hadda andartaki síðar. Og síst af öllu ætlar hún að hugsa það sem hún hafði séð inn í svefnbergi nokkrum mínútum áður. Ljóst hárið á koddanum yfir þyrmandi ælulyktina. Nei. Magdalena reynir að kalla fram myndina af andliti Kassíu. Ekki eins og það hafði litið út þegar hún sá hana síðast. Náfölt, munnurinn opinn og augun starandi. Hún reynir að sjá það eins og það var sólríka haustdaginn þegar hún sá hana fyrst. Kassía hafði staðið á bakvið afgreiðsluborðið á kaffibrennslunni við risastóra krómaða kaffivélina að flóa mjólk. Magdalena sem satt við eitt af borðunum við stóran gluggann hafði litið upp og andardrátturinn hafði stöðvast í brjóstinu á henni. Haustsólin féll skáhalt inn gluggann og varpaði gylltum ljóma á vangasvip Kassíu. Hárið hafði fengið á sig örlítið rauðleitan blæi í sólinni, eins og það leyndust koparþræðir í kæruleysislegum hnútnum. Magdalena hafði virt fyrir sér slavneska liðin á fingirðu nefinu, þykkar varirnar og bóadregna hökuna. Þetta vangasvipur til að ljósmynda, hafði hún hugsað. Og einmitt þá hafði Kassía snúið höfðinu og augu þeirra mættust. Það þannig sem hún vill sjá hana fyrir sér. Magdalena reynir að bægja öllu öðru frá sér. Hún reynir að gleyma málmkenndri blóðlyktinni sem fyllir vitin við hvern andardrátt, ópersónulega herberginu sem hún læst inn í og því hvernig rennilásinn á hliðinni á íþróttabuxunum stingst inn í kálfan á henni, þar sem hún situr flötum beinum í sófanum. Hún vill hvorki hugsa fortíðina né framtíðina. Hún vill hvergi vera nema akkurat á þessu augnabliki, þegar augu þeirra Kassíu mættust í fyrsta skipti. Hún lokar augunum og dregur andann djúpt. Og þá heyrir hún lykli stungið í skrána. Andartaki síðar opnast dyrnar og Halldóra birtist í gættinni. Rautt liðað hárið úfið, hún með koddafar á kinninni og Magdalenu sýnist hún hafa klætt sig í síðu ullarpeysuna yfir náttbuxur. Fyrir aftan hana stendur lögreglumaður. Magdalena sér að Halldóru bregður þegar hún sér útganginn á henni. Malla, segir hún og grípur fyrir munninn. Síðan lítur hún á lögreglumannin fyrir aftan sig. Þetta allt í lagi, segir Magdalena. Blóðið ekki úr mér. Fyrsti kafli. Enn annar góðviðrisdagurinn var runnin upp. Magdalenu varð svo heitt á göngunni að strætóstoppistöðinni að Hverfisgötunni að hún þurfti að fara úr jakkanum. Hún sneri andlitinu upp í sólina og lokaði augunum. Hún óskaði þess að geislarnir gætu leyst upp ónotin sem sátu í henni eftir þögnina sem hafði fyllt íbúðina þeirra þegar hún vaknaði. Þögnin hafði verið eins og djúpur tónn sem maður finnur fyrir í líkamanum frekar en að heyra. Hann hafði borist undan lokuðum dyrunum að svefnbergi móðurinnar og vakið upp óþægilegar minningar. Magdalena sagði sjálfur sér að það væri ekkit undarlegt við það að mamma hennar svæfi út. Hún var vaktstjóri á veitingastað og hún hafði verið að vinna kvöldið áður. Ef það var mikið að gera kom hún stundum ekki heim fyrr en eftir miðnætti. Magdalenu rámaði í að hafa hrokkið upp við umgang einhvern tímann eftir að hún var sofnuð, en hún hafði ekki litið á klukku. Takk fyrir kærlega. Kærar þakkir, Hildur. Þá ætlum við að taka stutt hlé og að því alltaf spurð, klósettin hérna alveg hinum megin í búðinni. Fáið ykkur endilega veitingar og við komum aftur að vörmuspori.
Jæja, nei, búttu, farðan. Jú. Halló. Þá býðum við augnablik á meðan að fólki skila sér aftur í sætin. Höfundar í höfundahornið og aðrir á sinn stað. Ég ætla bara að kynna næsta höfund á svið. Það Anton Helgi Jónsson sem ætlar að lesa fyrir okkur úr ljóðabókinni Ég hugsa mig. Gjör svo vel. Já, ég kynni þessa fallegu bók sem Sossa gerði myndirnar í og Emilía Ragnarsdóttir hannaði og síðustu helgi þá kynnti ég hana fyrir myndlistamönnum og þá talaði ég þeirra verk alveg í hálftíma minnstakosti en ég ætla bara að minnast á þær núna. Þær hafa gert bókina fallega og hún mjúk líka og þægileg í höndum en ég ætla að leyfa ykkur að heyra eitthvað af innihaldinu. Bókin inniheldur ljóðabálk sem heitir Ég hugsa mig, nokkur ljóðaljóð og sagnir og persónufornafnið ég algengasta orðið í bókinni. Það má velta því lengi fyrir sér hvað það þýði eiginlega og hvers vegna það sé en ein leið til að túlka þetta verk í heild að líta á það sem eins konar tilbrigði við sjálfsævisöguformið og þar sem samferðafólks sögupersonar fær líka að taka til máls og kannski erum við stödd í veislu, fagnaði, þar sem fólk samankomið og heldur sínar einræður og hver grípur orðið af öðrum, ef svo maður segja. Ég endurlifi leikfimistíman þegar ég náði tökum á kaðlinum og gat klifrað upp án ótta við að detta. Fljótlega tel ég mig hafa komist upp undir loftið í salnum skynja sigur gleðina og síðan undrun mína yfir kaðlinum sem bara heldur áfram. Núorðið undrar mig einna mest hvað ég hef mikið úthald við klifrið og hvað við endumst lengi saman, kaðallinn og ég. Ég entist vel á biðstofunni, gleymdi mér yfir tímariti sem láðar á borði, fátt truflaði eða angraði fyrir ég heyrði nafn mitt kallað í miðri grein. Læknirinn hlustaði mig í bak og fyrir en sýndi engin svipbrigði nema við sargið sem heyrðist þegar hlébarðinn snirti þófa sína með tungunni. Á leiðinu út vaknaði forvitnin í mér frammi á biðstofunni, sat hóstandi kona og fletti tímaritunni sem ég átti eftir að klára. Ég ákvað að setjast og bíða. Ég hef beðið allt mitt líf eftir mér sem ítrekað tefst. Samt býð ég áfram í vongleðinu og býð, sumt fólk býður eftir strætisvagni, annað býður eftir grænu eða kossi, en annað býður eftir staðfestingu. Eftir öllu þessu hef ég líka beðið, lengst hef ég þó beðið eftir mér, en aldrei leiðst. Ég lifi fyrir biðina sem ávallt gefur undur og stórmerki í skyn. Ég
gaf kendu mínum sérstök nöfn til að eiga við þar betra samband, nefndi angistina eftir elskulegri frænku, uppgjöfina í höfuðið á dásamlegum æskuvinni. Mér leið strax betur en líka ver, minn örvinglaða heftarhug nefndi ég eftir granna sem glamraði nætur á píanó. Ég geri mitt besta, kalla til hans ávarpanu nafni en aldrei heyrir hann til mín fyrir glamri. Þú spyrð hvenær þjáningu mínum linni, það má Guð vita, það má glamrandi herran vita. Ég veit hvað þú hugsar, stoppum, fáum okkur ís, það sama hugsaði ég. Aftur og aftur les ég hugsanir þínar, eins þykist ég vita að þú sækir í hugsanir mínar. Annars veit ég fátt með vissu, við hugsum svo mikið veit ég, skildum við geta gert eitthvað annað líka. Ég veit tæpast hvað við getum og gerum, veit bara hvað við hugsum næst. Við leggjum vananum og göngum í næstu ísbúð. Ég gekk í sömu fötunum, alla vikuna svaf í sömu fötunum, sömu hugsanatöturunum, görmum letinnar og vana festunar. Ég skynjaði hvernig sokkarnir stífnuðu meir og meir eftir hvern lúr og kæfisvefn iljana, skynjaði hvernig skyrtan þyngdist af gömlum svita og þrjósku, hvernig þunglindar buxurnar límdust við mig eins og kristin trú eða vissa ágæti einkaframtaksins. Allt í einu fauk upp gluggi, núna drinu leikvangur í nálægum fjarska þegar hljómsveitin byrjar. Bassatromman mælir púlsinn, ylvarandi gítarinn telur mér trú lífið. Ég stekk á fætur og ríf mig úr öllu. Ég reif upp kassa eftir kassa í geymslunni, leitaði að skóm sem ég hendi, hvítum skóm sem ég manaði í hendi en vil samt finna. Ég leitaði í gær, leitaði í dag og leitaði í kvöld. Með þrautsegju held ég leitinni áfram, þótt ég rekist hvergi og skóna, gæti ég fundið skyrtuna grænu sem ég klæddist þegar við hittumst fyrst. Allt á sér vísan stað, jafnvel það sem virðist horfið stund eftir tiltekt í leyndum kjallara. Húðin varðveitir snertingar og strókur frá okkar fyrstu kynnum, það hef ég sannreynt. Faðmlögin og kossana vil ég líka finna, langar mig enn til að finna. Ég þrái að vita hvar ég get leitað, spyrjandi lít ég í lófan. Hvar, ó hvar? Ég leit viljandi óvart í augum manns sem stóð andspænis mér í troðfullri lestinni á sveittum eftirmiddegi. Það upphófst karneval í augum hans og ég leit samstundis undan, leit niður til hliðar, skynjaði ákafa liti en greindi enga undankomuleið fyrir ég gat bakkað út á næsta brautarpalli. Ég stóð eftir á pallinum, heyrði fjöruga tóna úr glaðværum lúðrum dofna þegar lestin ók inn í jarðgöngin og hvarf. Ég hverf inn í faðmlag sem bíður mín, hverf inn í morgunblægin, inn í andvara kvöldsins, hverf inn í faðmiðinn eitt augnablik kvölds og morgna. Við kveðjumst á tröppunum, við heilsumst á tröppunum. Þú ferð, þú kemur, þú finnur mig, laumar þinni svölu hendi í mína. Takk. Kæra þakkir. Þá ætlar Bjarni Snæbjörnsson að lesa fyrir okkur úr bókinni Mennska. Góða kvöldið. Dásamlegt að vera með ykkur hér og í þessum fríða flokki höfunda. Þetta er bókin Mennska sem kom út núna í maí og
Hvar á ég að byrja? Ég ætla að lesa hérna af þessari plötu af því að þá get ég stækka letrið. Ég í afneitun að ég sé orðin 46 í. Mennska byggð á dagbókunum mínum og bréfum til móður minnar aðalega. Þetta sama efni og ég bjó til söngleikinn Góðan daginn faggi upp úr með vinum mínum Gretu Kristínu Ómarsdóttur og Axel Inga Árnasyni sem var sýndur í Þjóðleikhúsinu í 2 ár og ferðumst líka út allt land og svona og það til platan með lögunum á Spotify þannig að ef þið lesið þá getið hlustað á hana meðfram og þetta verkið eða leiksýningin var uppgjör við skömmina og hinsegin skömmina og togstreitu mikla sem ég hef háð og mörg sem eru hinsegin há eða finna sig einhvern veginn á jaðri samfélagsins og ég fann að ég var ekki búinn þegar að sýningunni var lokið að þið vorum oftast með umræður og við sýndum fyrir nemendur mikið út allt land og það var, ég hafði tilfinningu fyrir því að það var mikill þorsti í stærra samtal og meiri upplýsingar og þess vegna ákvað ég bara að gera þessa bók líka sem miklu dýpra ferðalag ofan í sögu mína. Og ég ætla að lesa hérna úr fyrsta kaflanum og hann heitir einfaldlega Litli Bjarni. Ég sit á teppalögðu stofugólfinu heima hjá Heiðbrá bekkjarsystur sem býr 2 húsum frá mér á Tálknafirði. Við sitjum þarna 15 unglingar að fagna 12 ára afmæli hennar með snakkskálar á milli okkar. Í loftinu liggur ilmur af heimagerðum pítsum sem við höfum fengið í kvöldmat, á milli okkar ríkir vandræðaleg spenna. Við horfum kvik á hvert annað, hormónarnir flæða eftir vænting. Bjarni, segir Snævar vinur minn skyndilega, hann smávaxinn, snöggkliftur og hláturmildur bekkjabróðir. Hjartað tók kipp og ég segi lágt, já. Snævar horfir glaðbeittur á mig og spyr léttmilt eða gróft. Ég hika, lít snöggt yfir hópinn, augu allra hvíla á mér, sumir brosa og finnst þetta skemmtilegu leikur. Ég yppi öxlum leið og ég segi, milt til að láta eins og ekkert sé. Farið í sleik við Sigríði, segir hann. Ég horfi beint í augun á Sigríði Fjallsteð sem situr á móti mér í hringnum. Hún var 1 ári yngri en ég, sæt með hrokkið svart hár og freknur. Við vorum góðir vinir og höfum oft leikið okkur saman, gert símaat, farið í Barbie og Brennó. Ég set hendurnar fyrir framan mig og skríð varlega yfir gólfið í átt að henni. Hún gerir slíkt hið sama og við mætumst í miðjum hringnum, milli snakkskálana, bæði á 4 fótum eins og 2 kýr í haga. Eitt augnablik horfumst við í augu, munnar okkar mætast og við kyssumst. Skyndilega stingur hún tungunni milli varan á mér og tekur góðan þyrluspaða. Mér krossbregður, ég býst ekki við þessu og finn bragð af stjörnusnakki. En ég svara í sömu mynd. Krakkarnir höfðu verið að fara í sleiki allt kvöldið og ég bara gerði eins. Þetta kvöld fór ég í minn fyrsta sleik, krjúpandi á 4 fótum, umkringdur snakki og öllum mínum æskuvinum á stofugólfinu heima hjá Heiðbrá, eins og ráðvillt dýr með reiðan háls að berjast við eitthvað miklu stærra en tunguna í Sigríði Fjallsteð. Fram að þessu fékk ég að mestu að vera til óháð kynjareglum. Ég hafði leikið mér við hvern sem með hvað sem á hvern þann hátt sem ég vildi. Ég var hæfileikaríkur, fyndinn, sannur, tilfinningaríkur, næmur, mjúkur, heiðarlegur, réttsýnn, skemmtilegur og samkynhneigður. Ég var saklaust og ljúft mannabarn sem var mjög tengt sinni eigin mennsku, sem þýðir að ég lifði nálægt mínu kjarna sjálfi. Þannig að mennska mín kjarni þess sem ég Þegar unglingsaldurinn færðist yfir, byrjaði ég að upplifa pressu að ég þyrfti að vera einhver annar. Mér var strítt fyrir að leika við stelpurnar með barbidúkkur, dúkkulísur og blómálfa. Allt í einu breyttist fótboltinn úr því að vera skríkjandi og leikglaður krakkaskari í að vera hörkuleg barátta og strákarnir öskruðu á mig ef ég stóð mig ekki. Ég var lagður í einelti. Hjólinu mínu var rústað, ég var kaffærður í snjónum í frímínútum. Það var hlegið að því hvernig ég dansaði stelpulega á diskotekum. Ég var kallaður stelpustrákur og hommi eins og það var það versta sem hægt væri að vera. Mjúka og einlæga sjálfið mitt var ekki velkomið. Á þessum tíma ríkti aðeins þögnin ein fólk eins og mig.
Við virtumst ekki vera til í fallega firðinu mínum. Ég hafði aldrei hitt homma eða aðra hinsegin einstaklinga. Ég hafði aldrei heyrt talað þá nema mögulega í sömu andrá og talað var kynvillu og öfugugga. Þetta var bara eitthvað ógeðslegt og skammarlegt. Aldrei voru hinsegin persónur í skólabókunum, á bókasafninu eða í bókahillunum heima hjá mér. Ég sá þær heldur ekki í sjónvarpsþáttunum eða bíómyndunum. Ég man aldrei eftir því að hafa heyrt okkur í útvarpinu eða fréttunum. Það var hvorki talað okkur í skólanum né í fjölskyldunum minni. Enginn sem ég þekkti var hinsegin á nokkurn hátt svo fremi sem ég vissi. Samt fæðist ég árið 1978, þannig að þegar við bekkjarsystkinin héldum upp á 12 ára afmælin okkar árið 1990, hafði alnæmisfaraldurinn þegar tekið fjölda lífa hinsegin systkina minna á Íslandi og allan heim. Þegar leitað að fyrirsögnum og fréttum frá 9. áratugnum þessi mál, þá sést að þeim fylgja mikil skömm, fordómar og niðurlægjandi orðalag. Allt hefur þetta örugglega síast inn í barnshugan. Í öllu falli gegn sýrði þessi þögn og skömm gagnvart samkynhneigðum samfélagið allt. Ekkert okkar komst hjá því að verða fyrir áhrifum, hvorki ég, foreldrar mínir, né samfélagið á Tálknafirði. Á sama tíma var aðeins gert ráð fyrir gagnkynhneigð minni. Ég heyrði svo oft þegar þú eignast konu og börn og áttu kærustu og ertu skotin í einhverju stelpu. Einu pörin sem ég sá voru karl og kona, strákur og stelpa. Foreldrar allra vina minna voru karl og kona. Eina vitneskjan sem ég hafði mögulega hamingjusamt líf var þannig að ég myndi eignast kærustu og svo myndi við gift okkur og eignast börn. Til þess að lifa af skömmina yfir að vera sá sem ég var, sem og algera fjarvist á hinsegin fólki, byrjaði ég að aftengjast sjálfum mér. Í barnslegri einlægni minni hélt ég að ég yrði að ferla stóran hluta mennsku minnar með öllum tiltækum ráðum því hún væri svo ógeðfelld. Fyndni, sanni, tilfinningaríki, næmi, mjúki og heiðalegu drengurinn byrjaði smám saman að klofna í tvennt. Í ljós kom hrætt og kvíðið hliðarsjálf sem hægt og örugglega tók völdin innra með mér. Þetta hliðarsjálf reyndi óttaslegið að lesa í allar aðstæður og hvernig það gæti komist hjá því að vera útskúfað. Eina markmið þess var að ljúga til raunverulega sjálfsmynd okkar og samlaga okkur að samfélaginu. Og til þess að tryggja utanaðkomandi samþykki afneitaði það hlutum af okkur sem myndu leiða til útskúfunar. Þetta nýja sjálf bældi niður mýktina, tilfinninganæmið og hinseginleikan. Það bannaði leikgleði og hispusleysi því þessi þættir gætu komið upp okkur. Þungt lok var sett á tilfinningar okkar og þrár. Á sama tíma ýktust þeir eiginleikar sem fengu félagslegt samþykki eins og prúðmennska, dugnaður og kurteisi. Þetta nýja sjálf þvingaði mig til að taka ekkert pláss og þegja. Það neyddi mig til að ljúga og notaði kvíða og hræðslu til að ná sínu fram. Þetta hrædda hliðarsjálf kalla ég litla Bjarna. Þessi bók sagan okkar litla Bjarna. Þetta sagan hvernig hann varð til, hvernig ég hef lært að tala við hann og skilja hann. Hér eigum við gott og gefandi en erfitt samtal. Ég finna skýrt í brjósti mínu meðan ég skrifa þessi orð að hann nötrar af hræðslu. Hann vill að ég hætti við þessa fáránlegu hugmynd. Af hverju ert að taka svona mikið pláss? Fólk mun hafna þér. Alls ekki tala tilfinningar. Þessi bók mun tortíma okkur. Þetta öskrar hann með tárin í augunum þar sem hann felur sig á bakvið hjarta mitt og togar í taugakerfið. Ég nötra í brjóstkassanum. Ég kjökra. Ég viðurkenni tilfinningar litla Bjarna. Ég hlusta á hann og það sem hann þarf að segja. Ég anda djúpt. Fullorðni ég hef lært að þó að ég finni fyrir kvíða og ótta, þá allt í lagi með mig. Tilfinningar eru tímabundnar. Ég segi litla Bjarna hvað ég óendanlega þakklátur fyrir hann. Hann hefur komið okkur í gegnum ótrúlega erfið tímabil og mikinn sársauka og þó hann hafi tekið allar ákvarðanir út frá ótta, þá hjálpaði hann okkur eins og hann best gat. Svo við myndum hreinlega lifa af. Ég segi honum líka að ég elska hann. Ég minna hann á að ég hafi hingað til staðið mig vel í að passa upp á okkur,
að þó að ég segi sögu okkar opinberlega í þessari bók, þá verður allt í lagi með okkur. Ég minna á að við höfum þegar sagt sögu okkar opinberlega í gegnum söngleikinn Góðan daginn faggi og við lifðum það af. Við meira segja blómstruðum og fundum mikilvægi þess að segja berskjaldaðan sannleikan. Því við höfum lært að okkar mennska tilfinningarík, berskjölduð og með ríka tjáningarþörf. Og þegar við lifum í mennskunni, þá erum við ósigrandi. Litli Bjarni sefast aðeins. Hann tyllir sér út í horn í hellinum. Hann dregur sótugar lappirnar upp að brjóstinu og heldur utanum nær. Það eina sem ég sé af andlitinu eru augun undir tættum lubbanum sem gæjast upp fyrir hnén og fylgjast vel með mér. Í bili hann kyrr og þögull á bakvið hjarta mitt. Hann leyfir mér að taka aðeins stjórnina og virðist treysta mér, en hann fylgist með hverju hreyfingu og hverju orði sem ég skrifa, tilbúin að hrista í taugakerfinu við minnsta tækifæri. Ég held því áfram að slá á takkaborðið, því sögu hinseginleika míns þarf að segja. Mennska mín auðvitað miklu víðfemari en í hinseginleikanum liggur mín mesta togstreita og stærsta tráma. Þetta sagan hvernig litli Bjarni gat staðið af sér ótrúlega erfiðleika og harðræði á sinn mjúka og fallega hátt. Þetta sagan skömmina sem innrætt hjá okkur og hvernig við erum enn að skilja henni. Þetta sagan hvernig við heilum sár okkar og hvernig ég vinn að því á hverjum degi að sameina okkur báða í margbrotna, óafsakandi og litríka mennsku, heila mennsku. Takk fyrir. Kæra þakkir, Bjarni. Þá ætlar Sunna Dís Másdóttir að leyfa okkur að kynnast skáldsögunni Kul. Takk fyrir og komið sæl allsumul. Gott að vera með ykkur. Það eitthvað svona, það Vestfjarða slagsíða hjá okkur í kvöld, held ég. Ég ætla líka með ykkur vestur á Firði. En það bara gott, ef það einhver á að vera einhver slagsíða, þá ég mjög hlindi að það sé Vestfjarða slagsíða. Kul fjallar unga konu sem orðin svolítið tætt og svolítið þreytt og svolítið streitt og rambar eiginlega bara á barmi kulnunar og send vestur á Firði í meðferð við þessum einkennum öllum, þar sem hún á að gangast myrkrinu og hönd í svartasta skammdeginu, hvíla sig og vonandi ná bata. Og ég ætla bara að lesa aðeins svona úr upphafsköflum skáldsögunar og fá síðan aðeins að fletta hérna lengra inn í hana. Hún svona samastendur á svolítið stuttum köflum sem með ráðum gert af því að hugarástand manneskju sem komin svona langt fram á brúnina svolítið þannig. Athyglin nær ekkert að búa til langa, samhangandi framvindu endilega. En inn í söguna fléttast síðan endurlit til fortíðar, hún fyrir að rifja upp og gera upp minningar úr æsku, sambandið við bróður sinn og mömmu og æskuvinkonu. Þannig ég ætla aðeins að fá grípa inn í eitt svoleiðis og eftir. En við byrjum bara á því að fara vestur. Hann tekur á móti okkur á flugvellinum. Okkur, segi ég, eins og við séum samferðalangar. Við erum það ekki. Mér samt farið að gruna að konan sé hingað komin í sömu erindagjörðum og ég. Það eitthvað við hana. Hún eigrar í kringum færibandið með farangrinum, umkomulaus að sjá. Ólarnar á glansandi, svörtu pleðurtöskunni skreppa stöðugt fram af öxlinni og hún hagræðir þeim jafnóðum. Farangursbandið endar snögglega á dálitlum palli á miðju gólfi. Þar hrúast töskurnar upp og nokkrar velta fram af. Ég geymi mína litlu svörtu þétt upp við fæturna eins og hlýðin hund. Í horninu lítil kaffisala þar sem unglingur í flíspeysu, merktri flugvellinum, afgreiðir ljósbrúnt uppáhellt kaffi í litlum pappamálum. Fjöllin hérna eru þrúandi nálæg.
Í aðfluginu leið mér eins og ég gæti rétt út höndina og snert fjallshlíðina. Það var rétt áður en vélinn tók snarpa uppeyju svo maginn í mér hertist saman. Út glerið í rennihurðinni sé ég að fjöllin eru alveg jafn nálæg á jörðu niðri. Ræturnar renna saman við holótt malarplanið. Handan flugbrautarinnar grillir í litla bæinn í gegnum mistrið. Yst á eyrinni standa húsin þétt en ofar í hlíðinni breiðaði úr sér. Þar eins og þau vilji fá meira olbúarými, svigrúm til að athafna sig, kannski eins og fólkið sem byggði þau. Húsin á eyrinni þrýsta sér saman, eru með nefin ofan í bakvörðunum hvert hjá öðru, njósna komur og brottfarir og það sem hverfur ofan í ruslatunnurnar. Ég sé hann strax þegar hann stígur inn í flugstöðarbygginguna og kinkar kolli til unga mannsins á bakvið afgreiðsluborðið. Augun skima yfir salinn og hann gengur beint til mín. Kannski umkomuleysi mitt jafn sýnilegt og hennar, konunnar sem fálmar aftur eftir axlarólinni á sleipri úlpuerminni. Sævar, kynnir hann sig. Það glampar á litlar rigningarperlur á ullarjakkanum hans og allt í einu svíður mig í kokið, sársviði eins og ég hafi kynnt þvottaefni. Mig langar að gráta. Hér og nú á hörðum kaffiterjustól á landsbyggðarflugvelli sem gæti allt eins verið sá sami og Örvar skuttlaði mér á í morgun. Flugvellir eru allir í sömu hliðarvít. Kaffið jafn vont á þeim öllum. Una, svara ég. Hönd hans þurr og hlý. Velkomin, segir Sævar og horfir djúpt í augum mín. Ég ekki sá sem þú heldur. Ég sé taugaendana mína fyrir mér eins og skapahár. Ég veit að taugarnar undir húðinni eins og fínasti vefur, netið sem tengir okkur saman og heldur okkur gangandi. Ég veit að taugarnar eiga sér nöfn og heiti, ég veit að þær geta klemst og að það vont. En maður ofhlefur taugakerfið í lengri tíma, kemur skamhlaup. Það brennir úr sér, taugarnar hljóta að sviðna, klofna og steikjast og krullast. Ef einhver fletti af mér húðinni núna, var ég þakin steiktum taugaendum, í aðsniðnum samfestingi úr sviðnum skapahárum. Það var hugmynd Örvars að ég færi til læknis. Jafnvel sálfræðings, sagði hann, væri ekki kominn tími á það. Við vorum að borða pasta sem hann hafði gert sjálfur frá grunni, hnoðað þar til hann svitnaði og flatt út í höndunum eins og ítölsku ömmurnar, nema þær eigi kannski allar rafknúnar pastavilar nú til dags. Ég starði á hann á meðan sósan lak af gaflinum. Sálfræðings? Ég reyndi að halda röddinni hlutlausri, opinni. Hugsa þurra ljósa möl sem skrjáfar letilega í. Það sefar mig yfirleitt. Hann lagði frá sig gaffalinn, snirtilega, svo eldrauð sósan slettist ekki á skyrtubrjóstið eða litla borðið í eldhúsinu þar sem við sátum andspænis hvort öðru. Símalaus með kveikt á kerti. Það var nýragla. Eitthvað sem Örvar hafði stungið upp á eftir að vinkonans í vinnunni hafði dásamað hana. Ég var ekki viss að þessi símalausa vika hefði haft nokkur djúpstæð áhrif á samband okkar enn sem komið var. Una, sagði hann og hljómaði eins og hann væri að endurtaka eitthvað. Í nokkrar vikur hafði mér liðið eins og brjóstkassin væri of þröngur fyrir lungun, eins og mér tækist aldrei að fylla þau af lofti. Oft á dag reyndi ég að taka stærsta andardrátt dagsins eins og jógakennarinn sem ég fór stundum í tíma hjá talaði um. Ég sá lungun fyrir mér, belgjast út eins og fölbleika loftbelgi. Þess á milli barðist ég við löngunina til að geispa, sem ég reiknaði með að væru viðbrögð líkamanns til þess að reyna að verða sér út meira súrefni. Ég var hins vegar viss að Örvar kynni ekki að meta það ef ég geispaði framan í hann núna og reyndi að stilla mig það. Ég gleypti í mig annan gaffal af arrabíötu og fann hjartað herða á sér í brjóstinu, brokkengan og þungan sláttinn sem var orðinn óþarflega kunnulegur. Örvar lagði frá sér hnífapörin og teygði fram höndina eins og hann ætlaði að telja á fingrum sér. Ég fann hjá mér skyndilega löngun til að stinga gafflinum í handarbakið á honum, fínlega frekknótt. Þú ert alltaf tætt, þú sefur ömulega, sagði hann og rétti þumalfingurinn upp í loft og ekki halda að ég taki ekki eftir því að þú ert eiginlega alveg hætt að hitta vinkonu þínar. Svo hélt hann bara áfram að þylja og fingurnir spruttu upp fyrir augunum á mér einn af öðrum. Ég þreif rauðar sletturnar af eldhúsflísunum seinna kvöldið,
eftir að ég hafði grátið í fangi Örvars í stofunni og kreist upp úr mér afsökunarbeiðni. Ég lofaði að fara til læknis, leita mér hjálpar. Aðalega fannst mér það áhyggjuefni að ég fann ekki til nokkurar eftirsjár yfir að hafa hvolft úr pastadiski yfir borðið. Svo ætlum við að stökkva aðeins aftur í tíma. Við Rúrí kynntumst þegar hún flutti í hverfið í 3. bekk og urðum eilífðar vinkonur leið, svona eins og bara á færi 8 ára stelpna. Við vorum hvor sinn hringurinn og saman vorum við óendanlegar. Eftir skóla fórum við heim til mín eða hennar, lærðum heima, borðuðum ristað brauð og drukkum kakómalt ef það var til, lékum, töluðum, teiknuðum, lásum. Það var alveg sama hvað við gerðum, það var nóg að við værum saman. Á aðfangadagsmorgun fór ég í úlpu yfir náttkjólinn og hljóp yfir á Flókagötuna til hennar. Foreldrar hennar vöknuðu þegar við skriðum báðar upp í rúm til þeirra. Einn daginn fórum við heim til hennar því ég vissi að það var ekki nóg með að kakómaltið var í búið heima hjá mér, heldur var ekki heldur til nein mjólk og bara eitthvað skrítið brúnleitt brauð með súru bragði sem mamma sagði að væri hollara. Það var eftir hælistvöl. Mamma Rúríar var heima, hún vann bara hálfan daginn og hlustaði á útvarpið inn í stofu á meðan við ristuðum okkur brauð og blönduðum okkur alveg passlega sterkt kakómalt. Listin var að hræra síðustu skeiðina ekki alveg saman við mjólkina og vera snögg að byrja að drekka. Þá mynduðust fljótandi súkkulaði eyjur ofan á mjólkinni sem sprungu í munnunum, litlar sælusprengingar. Ég var búin að búa til eina mjög stóra, næstum því eins og Afríku sem við höfðum lært í skólanum og flýtti mér að fá mér sopa. Ég vissi eiginlega leið og ég lyfti glasinu að þetta ætti eftir að fara úrskeiðis. Það skrapp einhvern veginn úr höndunum á mér og skall á flísalagða eldhúsgólfinu svo að glerbrotin og kakómalt gusurnar gengu í allar áttir. Ég skammaðist mín, auðvitað, og var líka sorgmætt yfir að hafa mist af tækifærinu til þess að gæða mér á stóru eyjunni. Ég ætlaði að fara að sækja litla kústinn og fægiskófluna með rauða plasthandfanginu í skápinn undir vaskinum þegar mamma Rúríar kom æðandi inn í eldhús á inniskónum. Hún skipaði okkur óðamála að vera alveg grafkyrrar og hoppaði svo í einkennilegum skrefum yfir gólfið eins og hún væri ekki snerta gólfleiknum. Hún lyfti okkur upp á eldhúsbekkin við hliðina á vaskinum eins og við værum báðar fisléttar og það var svo góð lykt af henni. Hún var ekki reið yfir glasinu, vildi bara ekki að við fengjum glerbrot í tærnar. Svo rétti hún okkur ristaða brauðið okkar og gerði nýtt kakómaltglas fyrir mig sem var ekki með neinum eyjum. Og við sátum ofan á bekknum á meðan hún sópaði gólfið 2 svar, þurrkaði upp mjólkursletturnar og skúraði svo yfir líka til öryggis, sagði hún. Og ég man að það varð sífellt erfiðara að tyggja ristaðabrauðið og kyngja nýja kakómaltinu. Heima sópaði ég glerbrotin bara sjálf ef eitthvað brotnaði. Takk fyrir. Sunna. Þá ætlar Jónas Reynir Gunnarsson að lesa fyrir okkur úr síðustu bók kvöldsins sem heitir Múffa. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir að koma og hlusta á okkur. Takk fyrir þessa ljúfu kvöldstund í veðrinu hér. Þetta er bókin mín Múffa. Titillinn er svona ákveðið persónuleika próf eiginlega vegna þess að þegar ég segi fólki hvað bókin heitir þá segja sumir já, eins og í pípulögnum. Og svo eru aðrir sem segja já, út að skrifa muffins, bollakökur, en spennandi. Og svo er það þriðji hópurinn sem að veit að Múffa er líka orð yfir ákveðið hjálpartæki ástarlífsins og þeir hafa réttast fyrir sér. Múffa fjallar Ölmu sem er doktor í heimspeki, fyrrverandi háskólakennari sem kennir nú í grunnskóla í litlu þorpi þar sem hún býr ásamt Bjössa, manninum sínum, sem vinnur í vegagerðinni og Markúsi stjúpsyni sínum sem er fullorðinn maður og þið fáið að vita meir hann hvað er málum við Markús í kaflanum sem ég ætla að lesa.
En sagan hefst á því að dularfullu pakki berst inn á heimilið sem að svona sundrar þeim öllum og sendur þau út í myrkrið og sagan gerist öll á einni nóttu. Áður en að svo atburðarás fer á stað þá vaknar Alma miðja nótt við hljóð fyrir utan svefnherbergisgluggann. Það kaflinn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. Hann hefst svona: viku áður en Bjössi fór frá Ölmu vaknaði hún við hljóð fyrir utan svefnherbergisgluggann. Það var eins og einhver væri að grafa sig upp úr myrkrinu bak við augnlok hennar. Og í þessum kafla þá fær Alma hugljómun og ég ætla að grípa hérna niður í hann þar sem hún komin út í garð og að leita að uppruna hljóðsins. Sem sagt, stendur í garðinu sínum og horfir á húsið sitt. Í herberginu hans Markúsar var ljósið kveikt. Gardínurnar voru dregnar fyrir og glugginn lýstur upp af daufblárri birtu. Markús, 33 ára stjúpsonur hennar, lifði í draumi þrátt fyrir að vera nú vakandi miðja nótt. Höfundar draumsins voru bandarískir tölvuleikjahönnuðir og japanskir klámframleiðendur. Markús bjó í veröld sem var búin til af þessu ókunnuga fólki, öllum þessum listamönnum sem bjuggu til teiknimyndinar sem hann var alltaf að horfa á, perrónum sem skrifuðu bækurnar og myndasögurnar sem hann las, öllum kvikmyndaleikstjórunum, teiknurunum, leikonunum, svo ekki væri minnst á gos- og snakkfyrirtækin og aðila sem bara ábyrgða því að örbylgjuborgarar og kjötlókur fengjust í sjoppunni. Þarna átti Markús heima. Það sem aðrir kölluðu lífið var ekki til fyrir honum. Rykið hékk í loftinu. Það var næstum of létt til að falla niður, en gerði það samt ofurhægt og Ölmu fannst allt vera að líða upp í átt að skýjunum, í átt að ykkur óendanlegu. Það eitthvað hana, hugsaði hann og heyrði þá aftur skruðningana sem höfðu vakið hana. Þeir bárust frá vesturhlið hússins, frá gaflinum. Alma gekk í áttina þeim. Þegar hún kom fyrir hornið, sá hún hvað það var sem framkallaði hljóðið. Henni varð skyndilega mjög kalt. Þetta var hundur. Hann virtist vera gamall. Feldurinn var grár og flekkóttur, ekki ólíkur hýenu. Hann var við sárið í lóðinni þar sem þau höfðu rifið upp berjarunnan í fyrra og var að grafa eftir ykkur í moldinni. Allt í einu stoppaði hann og stóð alveg kyrr og þó að Alma vissi að það væri vitleysa fannst henni að hundurinn væri ekki ekta, að ykkur hefði komið honum þarna fyrir til að hrekkja hana. Þá sneri hann sér við og leit á hana. Augnaráð hans var svo sjálfsörugt að henni fannst að vera hún sjálf en ekki hundurinn sem var gripinn við að gera eitthvað sem hún ætti ekki að vera að gera. Hundurinn leit undan og gekk rólega meðfram húsinu. Hann stoppaði við glugga Markúsar, settist niður og klóraði létt á vegginn. Hönd Markúsar birtist út gluggann með nagað kjúklingalæri. Hann sleppti því og hundurinn greip það í loftinu. Kjamsaði á kjötinu í flýti og sneri sér aftur á glugganum. Alma stóð kyrr og fylgdist með. Næst reyndi Markús að koma heilum matardisk út gluggann. Þetta var afgangur af kvöldmatnum, kjúklingabein, kjúklingaskinn, hrásalat, franskar kartöflur og koktelsósa og hann sturtaði öllu út og skóf sósuna af með hníf. Klessan lenti á tríninu á hundinum. Markús var löngu hættur að koma þeim á óvart. Hegðun hans var fullkomlega fyrirsjáanleg. Líf hans hafði staðið í stað frá því hann útskrifaðist úr grunnskóla. Alma hafði hjálpað honum með samræmduprófin. Hún hafði setið yfir honum með námsbækur í eldhúsinu, hlýtt honum yfir og tuggið námsefnið ofan í hann. Kennararnir höfðu sagt hann eiga við námsörðuleika að stríða og sálfræðingur hafði mælt hann með lága greind. En Ölmu fannst vandamálið vera áhugaleysi. Markús hafði einfaldlega engan áhuga á grunnatriðum mannlegs samfélags. Þetta var þegar þau bjuggu í Reykjavík og Alma var að kenna fornaldarheimspeki í háskólanum. Hún gat auðveldlega kennt Sókrates á sjálfstýringu, en heima í eldhúsinu með Markúsi reyndi á hana. Hún helgaði sig því að koma honum í gegnum prófin og þegar það tókst breyttist samband þeirra.
Það var til skilningur eða traust á milli þeirra og síðan þá hafði Alma alltaf vitað nákvæmlega hvar hún hafði hann. Hún vissi að hann horfði á japanskar klámteiknimyndir þar sem kolkrabbar riðu konum og hafði rekist á stjúpmömmuklám á tölvuskjánum þegar hún fór inn í herbyggið hans að ryksuga. Og þó að það stuðaði hana fann hún öryggi í því að vita hvar hún hafði hann. En þetta með hundinn var nýtt. Hann hámaði matinn í sig. Hann át svo hratt að hann reif grasið upp í leiðinni. Stráin stóð út úr kjaftinum og dönsuðu upp og niður þegar hann tugði. Hann varð vitfirringslegur. Sleptaumar flugu út úr honum og hann urraði á milli bita og stundum tóku vöðvanir kippi eins og hann ætti von á árás á hverju stundu. En þegar hann var búinn að kyngja síðasta bitanum var hann samstundis aftur rólegur. Á máltíðinni lokinni beygði hann sig niður og skeyt í grasið. Því næst tiplaði hann að þér virtist fullkomlega áhyggjulaus burt, tignarlega, næstum eins og hestur á tölti. Og þegar hann kom að hellunar í heimreiðinni heyrðist tipp, tipp, tipp og hann var horfinn. Út glugga Markúsar barst dauft ískur frá tölvustólnum. Alma gekk að sárinu við húsgaflinn. Hún starði á það nokkra stund og þegar hún rankaði við sér fannst henni hún ekki hafa hugsað eina hugsun síðan hún nam staðar. Hún beygði sig niður og gróf í moldina með fingrunum. Þar voru bein. Kótilettubein, skankar, lambalæri sem hafði verið í matinn fyrir mánuði. Hún leit upp og horfði eftir tunglinu en loftið var mettað af ryki. Úlpan hans Bjössa var þakin grárri skán. Þegar Alma lagðist í rúmið og lokaði augunum héldu tvær hugsanir fyrir henni vöku. 1. Það var flækingshundur í þorpinu. 2. Markús var að gefa honum mat. Þetta var alls ekki flókið en samt fannst henni að það kæmi ekki heim og saman. Hún reyndi að hætta að hugsa þetta og sjá fyrir sér morgundaginn. Hún hugsaði að vakna og fara að pissa, að kveikja á útvarpinu, hella upp á kaffi, að fá sér morgunmat. En þetta hljómaði allt svo heimskulega. Og þegar hún tók að líða inn í svefnin, sá hún að hundurinn var þar líka. Hann gekk þorpið í leitað æti. Alma elti hann og þó að hann sæi Markús hvergi var hún viss að hann væri ekki langt undan. Hún reyndi að fela sig til að styggja ekki hundinn og leið reyndi hún að forðast að Markús kæmi aftan að henni. Það var eins og þeir vissu eitthvað sem hún vissi ekki. Rykið, myrkrið, hundurinn, myndirnar birtust henni og hurfu jafnóðum og svo opnaði hann örsnögt augun og fann að hann var ekki alveg sofnuð. Hún var á mörkunum milli svefns og vöku. Síðan lokuðust augun aftur, andardrátturinn var hægari og rétt áður en hún sofnaði varð allt fullkomlega skýrt fyrir henni. Þetta hafði verið Díógenes. Þetta hafði verið heimspekingurinn sem þau Reinhold, besti vinnurinnar í menntaskóla, höfðu gert að fyrirmynd sinni. Hundinginn sem lifði í leirkeri á torginu í Aþenu og gerði þarfir sínar á götuna. Hann hafði komið til að segja henni eitthvað lífið sem hún lifði, eitthvað Markús. Takk fyrir mig. Kæra þakkir, Jónas, og öll þið hinn sem að lásuð fyrir okkur í kvöld og þakka ykkur öllum fyrir komuna. Ég er að missa þennan læk bara. Ég má ekki við því að missa fleiri sentimetra. Bækurnar eru ennþá tilboði. Hér eru höfundar til þess að árita og ég vona að ég sjá ykkur flest hér aftur eftir viku. Við erum hérna á sama tíma, 5. kvöld eftir viku. Takk fyrir okkur.